Komið þið sæl. Verið hjartanlega velkomin á fundum fjármál í fótbolta, þennan fund VAFIB og fótbolta.net. Ég heiti Björn Berg, ég er deildarstjóri hjá VAFIB og ætla hér að flytja erindi eftir smá stund. En ég bið ykkur bæði velkomin sem eru hér í salnum og líka þá sem eru að fylgjast með á netinu vegna þess að þessi fundur er í beinni inn á vafib.is og inn á fótbolta.net og upptaka af fundinu verður síðan aðgengileg væntanlega bara strax á morgun. Nú, við í VAFIB höfum verið duglegir við að halda fræðslufundi ýmsu málefni. Yfirleitt varðar það fjárfestingar, oft fjárfestingar á Íslandi. Við máttum vera að tala skráningar fyrirtækja og svo framvegis, stundum efnahagsmál, gjaldmiðla, olíuiðnaði, norðurslóðir og svo framvegis. En einn business, gríðarlega stórumikil business sem við höfum skilið algjörlega eftir er fótboltinn. Fótboltinn hefur verið að þróast í þá átt. Þetta hefur alltaf verið þannig en sérstaklega undanförnu að peningar eru farnir að skipta gríðarlega miklu máli. Og þeir sem fylgjast með fótbolta að velta þessu fyrir sér hafa áhuga, þeir komast ekki hjá því að þurfa að spá svolítið í fjármálunum í leiðinni. Þeir sem eru að fylgjast með sínum uppáhaldsklúbbum að þeir eru stanslaust að hugsa það hvað þessi og þessi fær í launagreiðslur og hvað pening stjórinn hefur til þess að kaupa nýja leikmenn fyrir áramót og sumar. Og þetta er farið að skipta svo gríðarlega miklu máli að við töldum að sjálfsögðu tilefni til þess að henda bara upp í skemmtilegan fund og ræða þetta almennilega en áttuðum okkur náttúrulega á því þegar við fórum á stað að þetta er allt og mikið efni til að komist fyrir á einum svona fundi þannig að þetta verður nokkuð svona best of. En ég ætla einmitt á eftir að fjalla áhugaverða staðreyndir úr fótboltanum í Evrópu. En fyrst vil ég þó bjóða velkomin á svið Stefán Pálsson. Stefán er sagnfræðingur og frammari. Við erum nú báðir aldir upp í frostaskjóli en hann náði að forðast KR-veiruna og náði nú að halda sig sem frammar allan tíman og er sömulegis gallaður stuðningsmenn Luton sem virðist nú vera á leiðinu upp úr konferens og var einmitt að segja mig það hefur ekkert lið fallið sem aftur niður í konferens sem hefur farið upp úr henni þannig að það er gott í vændum ef Luton fer upp. En Stefán ætlar að tala aðeins eignarhald á knattspyrnuliðum, veðmál og spillingu og ég vil bara biðja ykkur að klappa vel fyrir honum og bjóða velkomin í pontu. Ágæta samkoma. Það var árið 1992 sem að útkom fótbolta sjálfsævisagan Fever Pitch eftir Nick Hornby. Og þó það sé alltaf varasamt að ganga of langt í að eigna tilteknum bókum eða skáldverkum og mikil áhrif, að þá má segja að þetta eina verk hafi átt einna stærstan þátt í að ryðja niður múrum, gera fótbolta að viðurkenndu umfjöllunarefni listamanna, rithöfunda og menningarvita. Hér er ég vel að merkja að tala Bretland sérstaklega. Í löndum eins og Frakklandi höfðu hálærðustu heimspekingar rætt fótbolta í marga áratugi fram að þessu. En Fever Pitch sprengjan í svona okkar heimshluta í knattspyrnulegu tilliti var öflug. Á örskotsstundu þá skriðu undan hverjum steini rithöfundar, þjóðfélagsrýnar og álitsgjafar fjölmiðla sem reyndust hafa áhuga á fótbolta og voru til í að skrifa það eða ræða á opinberum vettvangi. Þetta féll saman við þá breytingu sem var hratt að eiga sér stað á ensku knattspyrnunni. Þegar að verið var hörðum höndum að millistéttavæða fótboltan með úrvalsdeild, hækkandi miðaverði sem að verðlagði verkalýðsstéttina út af völlunum og hertum aðgerðum gegn því sem skilgreint var sem andfélagsleg hegðun í tengslum við íþróttina, óhefluðu orðbragði á pöllunum, áfengisneyslu og standandi áhorfendum. Eftir að rithöfundarnir og skáldin fóru að hætta sér út í fótboltafenið, þá fylgdu fræðimennirnir á eftir, félagsfræðingar, sagnfræðingar, hagfræðingar og svo mætti lengi telja. Þannig að liðin er sú tíð þegar fótbolti og fótboltasaga var einungis viðfangsefni íþróttafréttaritara og markhópurinn fótboltaunnendur, stuðningsmenn þess lið sem að fjalla var hverju sinni. Frá árinu 2000 þá höfum við séð talsvert af alvarlegum umfjöllunum knattspyrnu unna af alvöru fræðimönnum úr ólíkum greinum. Ég datt inn í þessi fræði fyrir nokkrum árum sem leiddi meðal annars til þess að ég bauð upp á námskeið við endurmenntun Háskóla Íslands fótbolta, pólitík og skipulagða glæpastarfsemi. Það er síðasti hluti þessa efnis sem að verður undirstaðan í þessu erindi. Við veljum okkur svo sem alltaf efni byggt á persónulegum ástæðum. Kveikjan hjá mér byggði á
Sumir myndu segja vondri ákvörðun sem ég tók snemma á 9. áratugnum. Við ákváðum öll hluti á 9. áratugnum sem við sjáum mögulega eftir í dag. Ég valdi mér sem sagt lið á Englandi eins og ungir drengir gera og það var Luton Town. Við voru nýliðar í efstu deild, létt leikandi, smá svona öskubusku og ævintýri, léku vígsluleikin á gervigrassinu í Laugardal, unnu deildabikarinn í frægum úrslitaleik og svona. En 1992, það leyti sem að Nick Hornby mainstreamaði fótboltan, að þá var draumurinn úti og við fjallum. Við tókum ár með síversnandi gengi, fjármálavandræðum og eigendaskiptum. Á ákveðnu tímabili þá veit ég meiri orku í að fylgjast með peningamálum félagsins en því hvort að þjálfarinn ætlaði að styrkja miðjuna eða hvort að miðverðirnir væru middir. Ég var farin að vita meira bresk gjaldþrotalög en ég kærði mig að vita og fljótlega vatt þetta upp á sig. Ég drakk í mig efni önnur félög í svipuðum vandamálum, einkum þau sem hætta var á að færu hreinlega á höfuðið og yrðu lögð niður í kjölfarið. Eitt furðulegasti kaflinn í þessari sögu var þegar maður nafnið John Gurney keypti Luton fyrir 4 pund vorið 2003. Luton var þá í C-deildinni en Gurney lofaði meistaradeildarsæti innan fárra ára. Til að undirbúa sóknina á alþjóðasviðinu, einkum markaðssetninguna austur í Asíu, þá vildi hann breyta nafnin í London Luton til þess að kallast á við alþjóðaflugvöllinn. Það væri meira svona international. Því næst reistur nýr leikvangur. Hann þannig útbúinn að með lítilli fyrirhöfn að þá mætti setja upp rásmark fyrir formúlukappakstusbraut á vellinum, fyrir framan aðalstúkuna. Því að Luton yrði hinn nýji formúluvöllur Bretlands. Svo rak hann þjálfarateymið og efndi til símakosningar, þar sem fólk gat hringt fyrir 99 pence á símtalið og valið nýjan stjóra. Stuðningsmenn erkifjendan í Watford lágu í símanum og völdu mesta trúðin, sem reyndist reyndar gæfu spor því að hann var bara fínn stjóri. Gurney tímabilinu lauk eftir nokkra mánuði þegar tókst að flæma hann í burtu og í dag eru skýjaborgirnar helst rifjaðar upp sem svona fyndnir fróðleiksmólar í pubquizum fótboltaáhugamanna í Bretlandi. Jafnvel skemmtilegri aflestrar heldur en útboðslýsingin hjá knattspyrnufélaginu Fram þegar hlutafélagið var stofnað árið. En fyrir þessa samkomu hér í dag það forvitnilegt að lukkurittar eins og John Gurney, maður sem að þegar átt að baki sögu þess að kaupa íþróttafélög og skilja eftir í sárum, skildi að hafa náð að kjafta sig inn á gamalt og rótgróið félag. Það forvitnilegt en svo sem ekki óvænt. Því í fótboltanum þá alltaf pláss fyrir nýja lukkurittara. Menn sem koma og tala drýgindarlega að þeir ætla að bylta viðkomandi félagi, hefja það til vegs og virðingar, enda sé það sofandi risi og þeir séu menn sem þori að hafa metnað, sem eru famous last words í þessum bransa. Það alveg sama hversu oft og hversu illa stuðningsmenn tiltekins félags hafa brent sig á svikarhöppum eða mönnum sem spila sig stærri en þeir eru, alltaf mun drjúgur hluti stuðningsmanna vera til í að gleypa agnið. Þótt fyrirtæki sem býr sig undir að kaupa fótboltaliðið ykkar sé rekið af hópi pedofíla sem byggi auð sína og láta barnahermenn smygla jarðsprengjum sem faldar eru inn í feldum dýra í útrýmingarhættu, þá munu stuðningsmennir samt alltaf spyrja, ok, en þú lofar sem sagt að kaupa undrabatt frá Brasilíu og við förum í meistaradeildina. Þannig það bara. Og lukkurittarnir, ævintýramennirnir og glæpamennirnir, þeir fylgja fótboltanum að þeirri einföldu ástæðu að þvert á það sem að menn vilja vera að láta, þá hann ekki eins og hver önnur viðskipti. Það eru fleiri og flóknari lögmál að baki. Okkur sagt að knattspyrna sé stór business. Á þeim grunni fjallað hana í viðskiptablöðum, fréttaþáttum og jafnvel ágætar bankastofnanir sem halda hana málþingi hörpunni. En veruleikinn þó pínulítið grárri og flóknari. Í bráðskemmtilegri bók sinni, Soccernomics frá 2009, að þá tækla blaðamaðurinn Simon Cooper og íþróttahagfræðingurinn Stefán Szymanski þessa mýtu ágætlega. Þeir segja okkur frá fyrirtæki sem heitir Titanium Metals, bandarísku málmvinnslufyrirtæki sem enginn hefur heyrt talað en framleiðir þó málminn títan eins og nafnið gefur til kynna. Þetta fyrirtæki var á þessum tímapunkti í 500. sæti á lista Forbes yfir hlutafélög í Bandaríkjunum. Velta þess var ekki nema 1/500 af toppfyrirtækinu. Titanium Metals var engað síður fyrir 4 árum síðan, 3 sinnum stærra heldur en Real Madrid, stærsta fótboltafélag í heimi.
Og sem gróðafyrirtæki þá eru fótboltalið líka afskaplega hæpin fjárfesting með fáeinum en frægum undantekningum. Hlutfall atvinnuknattspyrnufélaga sem skila tapi hátt. Margt í rekstrinum komið undir tilviljunum, svo í raun eðlilegast að líta á þau sem áhætturekstur og gera arðsemiskröfur í samræmi við það. Þau félög sem skila hagnaði gefa eigendum sínum hins vegar svo lítinn arð í hönd að þau geta aldrei staðist samanburð við aðra ávöxtunarkosti eða hreinlega ríkisskuldabréf. Og jafnvel þó allt gangi að óskum, félagið vinni alla titla og völlurinn sé alltaf fullur, að þá verður aldrei félagslega viðurkennt af stuðningsmönnunum eða umhverfinu að taka nema svo og svo mikinn arð út úr félaginu. Því í fótbolta alltaf hægt að eyða meiru, kaupa dýrari og launahærri leikmenn, stækka hópinn, flikka upp á völlinn og svo framvegis. Fótboltafélög eru sem sagt ekki venjuleg fyrirtæki og við eigum ekki að hugsa þau sem slík. Þau geta aldrei skilað þeim hagnaði sem hefðbundin rekstrarfyrirtæki geta en hafa svo sem aðra eiginleika í staðinn. Þau geta til dæmis varla dáið. Önnur skemmtileg tölfræði úr bók Coopers og Szymanskis nefnilega sú að af þeim 88 liðum sem voru í ensku deildarkeppninni árið 1923 eru 85 ennþá starfandi í dag. Og langflest þeirra eru í sömu deild eða einni deild ofar eða neðar heldur en þau voru þá. Til samanburðar með því að líta á lista kauphallarinnar yfir fyrirtæki, þá sjáum við það á 70 ára tímabili að þá hættir yfir helmingur stórfyrirtækja að vera til. Alvöru fyrirtækin deyja eins og flugur, fótboltaliðin deyja varla. En eignarhald af fótboltaliðum snýst sem sagt meira en beinan arð. Hann snýst önnur sjónarmið, óbeinan hagnað, efnislegan eða félagslegan. Eigandi eða eigendur íþróttaliðs geta verið einlægir stuðningsmenn þess, fjársterkir aðilar sem vilja nota hluta af auð sínum til að hlaða undir liðið sem þið héldu með sem börn, eða jafnvel taka nýtt lið upp á arma sína af hékomleikanum einum saman til þess að upplifa fútbolmanagerleikin í raunheimum. Illu heilli að þá eiga slík ástarævintýri til að taka enda. Milljónamæringarnir skipta áhugamál, fara á hausinn eða falla frá og í ljós kemur að erfingjarnir deila ekki sömu á stríðinni. Neðri deildirnar ensku hafa ýmis dæmi félög sem hafa náð að klifra hratt upp deildakeppnina í krafti ríkra eigenda, jafnvel langt umfram áhorfendafjölda eða stærð viðkomandi borgar. Slíkt endar eiginlega alltaf í tárum. Og oftar en ekki kemur þá í ljós að góðhjörtuðu eigendurnir voru ekki meiri jólasveinar en svo að peningarnir frá þeim voru alla tíð skráðir sem lán sem að þurftu að endurgreiðast að lokum. En það geta fleiri ástæður legið að baki því að menn tengi sig knattspyrnufélögum. Við getum talað stjórnmálalegan ávinning. George Tvöfaldaf Bush augljóst dæmi það hvernig íþróttir geta verið stökkpallur í pólitík, maður sem festi kaup á hafnaboltaliði í Texas og notaði vinsældir sínar sem eigandi þess til að vera ríkisstjóri og að lokum forseti valdamesta ríkis heims. Dæmin einstaklingana sem notað hafa eignarhald af fótboltaliðum sem pólitískan stökkpall eru óteljandi og taka stundum á sig svæsnar myndir eins og í ríkjum fyrrum Júgóslavíu þar sem að stríðsherrar voru aðaleigendur fótboltaliða og skilin milli hersveita þeirra og stuðningsmannaliðsins á köflum óljós. Mildari útgáfa af sama fyrirbæri þegar að athafnamenn í samfélagi nota eignarhald af knattspyrnufélaginu á staðnum til þess að styrkja félagslega stöðu sína. Þetta var hið hefðbundna módel í ensku knattspyrnunni fyrir fáeinum áratugum síðan. Hinn dæmigerði eigandi knattspyrnuliðs, til dæmis í minni borgunum í norðrinu, var athafnamaður á staðnum, til dæmis stór byggingaverktaki. Maður sem ætlaði kannski ekki beinlínis að brenna upp peningunum sínum með því að reka íþróttafélag bæjarins, en gerði sér heldur ekki miklar hagnaðarvonir. Þess í stað bjóst viðkomandi við að öðlast vissan status innan samfélagsins, vera álitinn velgjörðamaður þess og fá beinan og milliliðalausan aðgang að stjórnmálamönnum og öðrum athafnamönnum á svæðinu. Á smærri íslenskum skala má leika sér að því að bera þetta saman við sjávarpláss þar sem að útgerðarfyrirtækin styrkja íþróttafélagið á staðnum. Og það má reyndar velta því fyrir sér hvort að eignarhald velríkra útlendra fjárfesta á stærstu ensku knattspyrnuliðum dagsins í dag sé ekki sprottið á sama meiði. Í hnattvættum heimi að þá kaupa kaupsýslumenn frá öllum heimshornum ensk úrvalsdeildalið, fyrst og fremst til þess að skapa sér félagslegt auðmagn.
Tilgangurinn ekki sá endilega að auðgast á fjárfestingunni sem slíkri, heldur að njóta þeirra fríðinda sem henni fylgja. Möguleikanum á tengslamyndun, sköpun nýrra viðskiptatækifæra í koktelboðum og móttökum í VFP-stúkunni. Í þessu samhengi má til dæmis spyrja sig hversu stór þessi þáttur væri þeirri ákvörðun íslenskra kaupsýslumanna að kaupa West Ham. Fyrir 40 árum þá hefðu menn ekki notað fótboltaliðið þessu skyni, heldur keypt sér veðhlaupahesta til þess að vera þá aðal karlarnir á fínu hestaveðhlaupunum í Bretlandi og víðar, þar sem að stórir viðskiptasamningar áttu sér stað í koktelboðunum og undir snittunum. Þessi félagslega staða sem fótboltinn getur veitt vitaskuld eftirsóknarverð og þá fyrir fleiri heldur en íslenska bankamenn í útrás. Kaupsýslumenn með laskað orðspor og allt yfir í hreinræktaða glæpamenn og mafíósa geta séð sér hag í því að kaupa sig inn í knattspyrnuna einmitt til að öðlast vettvang þar sem fínna fólk reiðubúið til að láta sjá sig í návist þeirra. Knattspyrnufélaginu getur fylgt stuðningsnet, hvati yfirvalda til þess að klekkja á glæpaforingja getur minnkað ef að fall þessin sama getur leitt til þess að knattspyrnufélagið í borginni hrynji. Og knattspyrnufélög bjóða upp á ótal möguleika til peningaþvættis eins og dæmin sanna. Kólumbía á 10. áratugnum kemur upp í hugan sem ýktasta dæmið of náin tengsl fótboltaheimsins og glæpaheimsins. Drápa á dómurum voru reglubundin atburður þegar að kókaínkonungar Kólumbíu áttu hver sitt félagið. Innanríkisráðherra sem vogaði sér að lýsa því yfir 1983 að mafían væri farin að ráða fótboltanum var drepinn viku síðar. Beint eignarhald manna á borðið Pablo Escobar sem að virkar eins og svona ýkt trúðsmynd af aðalpersónunni í Scarface var dæmi þetta og merkilegast raunar í þessari sögu voru beinu tengslin hjá leikmönnunum sjálfum við mafíósana. Frægt dæmi var vitaskuld þegar að kólumbíski landsliðsmaðurinn Andrés Escobar var myrtur eftir HM 1994 að sögn vegna þess að hann var svo óheppinn að skora sjálfsmark en líklega var það bara hluti af uppgjöri glæpaklíkna. Hann var myrtur prívat og persónulega af Gallon-bræðrunum sem voru aðal mafíósarnir í borginni Medellín. Annar kunnur knattspyrnukappi á þessum árum kólumbískur sem lenti í vandræðum vegna tengsla við mafíuna var Markurður René Higuita sem endaði í fangelsi fyrir að hafa verið milligöngumaður í að bera peninga milli tveggja glæpaforingja þar sem að annar hafði rænt dóttur hins. Þannig að þetta virkaði eins og flétta úr vondum reyfara. Síðar vakti Faustino Asprilla athygli á knattspyrnuæfingum í Bretlandi þegar kom í ljós að hann mætti alltaf vopnaður á æfingar. Hér erum við sem sagt komin inn á annan vinkil á viðfangsefninu sem til þessa hefur fyrst og fremst hverfst tengsl skipulagðrar glæpastarfsemi og eignarhalds á knattspyrnuliðum. En leikmennirnir sjálfir eru vissulega hættu að festast í glæpafeni. Graham Johnson, rannsóknarblaðamaður sem sérhæfir sig í skipulagðri glæpastarfsemi, ritaði áhugaverða bók árið 2006, Football and Gangsters, þar sem hann rekur tengsl ýmissa frægari knattspyrnumönnum enska boltans við glæpaforingja. Aðdráttaraflið augljóst, knattspyrnumennir eru frægir og ríkir og hafa glamúrus lífstíl. Á sama tíma að þá félagslegur bakgrunnur þeirra óvenjulegur fyrir ríkt og frægt fólk. Atvinnuknattspyrnumenn með óvenjulegum og fáeinum undantekningum þá helst frá Norður-Evrópu, Norðurlöndunum og jafnvel Þýskalandi eru úr lágstétt. Þeir eru menntunarlausir, þeir hafa veikt félagslegt bakland. Gamlir vinir og æskufélagar eru enn í fátækrahverfum borganna, atvinnulausir eða á refilstigum. Mörg dæmi mætti telja upp af þessu. Frægt var þegar að Diego Maradona djammaði með allræmdustu mafíósunum í Napoli og lét taka myndir af sér nöktum í kókaín heitapottapartíum mafíunar þar í borg. Þessa sögu þekkjum við enn betur úr bandarískum atvinnuíþróttum þar sem að hátt hlutfall vellríkra atvinnuíþróttamanna lendir í vandræðum vegna þess að þeim tekst aldrei að klippa á tengslin við gömlu æskufélagarna úr gettóinu. Og fáránlega hátt hlutfall þeirra verður gjaldþrota fáeinum árum eftir að atvinnumennsku lýkur.
Áhyggjur manna tengslum einstakra leikmanna við glæpagengi byggjast minnst á umhyggju fyrir persónulegri velferð þeirra. Það einkum hættan á að slík tengsl geti stuðlað að hagræðingu úrslita sem veldur mönnum áhyggjum þegar að skúrkarnir hafa hreðjatak á leikmönnum. Í hugum margra þá var mestur hluti 20. aldar tími sakleysis í íþróttamálum áður heldur en græðgi, glæpamenn og nútíma tækni spillti öllu. Veruleikinn nokkuð annar. Ævisögur knattspyrnumanna frá því miðbik síðustu aldar leiði ljós að smá svindl í tengslum við veðmál voru furðu algengt fyrirbæri. Veðmál þessi voru hins vegar neðanjarðar, knattspyrnuveðmál voru bönnuð í Bretlandi til 1961 en veðmangarar á hverju horni sátu á knæpum og tóku við reiðufé í umslögum. Í samfélagi þar sem var klárt launaþak sem gerði það verkum að atvinnuknattspyrnumaður, jafnvel í efstu deild, mátti ekki þiggja nema sem nam 2,5 launum iðnaðarmanns, að þá var hvatinn verulegur fyrir leikmenn að nýta sér þessa möguleika. Ferillinn var líka stuttur, 30 leikmenn voru taldir gamlir jaxlar á þessum árum og tryggingamál í miklum ólestri. Þannig að það má færa fyrir því rök að með hækkandi launum knattspyrnumanna hafi líkurnar á hagræðingu úrslita í það minnsta í efstu deildum minnkað. Það reyndar bjartsýnisleg sýn á heiminn að halda að hærri laun knattspyrnumanna hafi alfarið upprætt hvatan til svindls, mikill vill meira, en lögleiðing knattspyrnuveðmála hefur breytt stöðunni mjög mikið. Með löglega starfandi veðmálafyrirtækjum í stað ólöglegra veðmangara þá voru komnir aðilar sem höfðu hvatan og tækifærin til að grípa inn í og koma ábendingum á framfæri við knattspyrnuyfirvöld og lögreglu ef að einhverjar undarlegar færslur og veðmál voru farin að sjást. Íþróttahreyfingin og getraunafyrirtæki hafa þannig ýmsar leiðir til að fylgjast með veðmálum leikmanna og tengdra aðila, en það kemur svo sem ekki veg fyrir að menn reyni. Nýlegt dæmi franski handknattleiksmaðurinn Karabatic eins og menn ættu að muna. En ég ætla þó að leyfa mér að fullyrða að íslenskum íþróttum stafar afar lítil ógn af veðmálum tengdra aðila hérna heima. Ætli sér einhver að hafa áhrif á úrslit íslenskra knattspyrnuleikja þá verður það ekki til þess að hlunnfara íslenska getspá eða verða ríkur í lengjunni. En það snýst þetta ekkert lengjuna á Íslandi. Það veðjað á íslenska fótboltaleikjum allan heim. Á danska textavarpinu hægt að fylgjast með gangi mála í næst efstu deild á Íslandi. Það ekki vegna þess að margir Danir haldi með Þrótti eða KA. Mikilvægi íslensku knattspyrnunnar og raunar þeirra færeysku líka, menn veðja á færeyska boltan, felst í því að við spilum á sumrin og á óvenjulegum leiktímum. En meira að segja þessir evrópsku veðbankar, þeir skipta minnsta máli. Það austur í Asíu sem að stóru peningarnir liggja í íþróttaveðmálum. 2006 þá varð opinberi veðmálabransinn í Macau stærstur í heimi, stærri heldur en Las Vegas í Bandaríkjunum. Óopinberi geirinn, sá ólöglegi, þó miklu stærri. Giskað hefur verið á að veðmálageirinn í Asíu sé 450 milljarðar bandaríkjadali á ári. Til samanburðar að þá lyfjaiðnaðurinn í þessu stærri sömu heimsálfu 100 milljarðar. Þetta nærri 5 sinnum stærra heldur en lyfjaiðnaðurinn sem þó í öllum samfélögum með svona öflugri geirum. Og það veðjað allt, ekki bara úrslit, heldur hornspyrnur, hver fyrir fyrsta innkastið, mínúta á fyrstu gulu spjaldi, fjöldi skalla í leik, gul spjöld, en vinsælast að veðja á munin í leiknum, hvort að það verið 2 mörk, 3 mörk eða þar fram til götunum. Obbinn af þessum veðmálum eru ólögleg í viðkomandi löndum, uppbyggingin á kerfinu í rauninni ekki ósvipuð því sem að var í Evrópu áður heldur en að opinberu getraunirnar voru leyfðar. Það eru menn á götuhornum með peninga í umslögum, uppbyggingin á sölukerfinu minnir á sölukerfi eiturlyfja með kóngum á toppnum og svo stækkandi píramíta þar fyrir neðan og böstin beinast aldrei að öðrum heldur en köllunum í mestalagi í miðjunni. Og það á þessum veðmálamarkaði sem menn ætla að græða þegar úrslitum leikja hagrætt í Evrópu. Það eru glæpaklíkur í til dæmis Malasíu sem sjá sér leika á borði og tryggja að úrslit í botnslag í Finnlandi verði á ákveðinn hátt, til þess að geta haft peninga úr þessum veðmöngurum í heimalandi sínu. Og hér erum við farin að sjá stóra vandamálið frá sjónarhorni löggæsluyfirvalda. Setjum okkur í augnablik í spor lögreglumanns í Malasíu.
Hann að drukna í verkefnum, hann með nánast óvinnandi verkefni fyrir framan sig sem að kljást við fáránlega stórt neðanjarðarhagkerfi í veðmálum. Fyrir hann það að úrslitum í fótboltaleiki í Noregi sé riggað til að einn hópur glæpamanna geti svindlað á öðrum hópi glæpamanna í raun glæpur án fórnarlambs. Af hverju í ósköpunum ætti hann að líta á slíkt mál sem forgangsatriði? Þannig að vonin aðstöðu frá löggæsluaðilum í Suðaustur-Asíu afskaplega veik og langsótt. En fyrir fótboltaunnenda sem að veit ekkert verra en tilhugsunum að úrslit leikja séu ráðin fyrirfram annað í þessum fræðum sem áhugavert og að sumu leyti hrollvekjandi. Þá sem ekki hefur kynnt sér veðmálaheiminn gæti freistast til að álykta að rigguð úrslit séu óvænt. Að litla liðið vinni skyndilega stóra liðið. Markvörður FH fái væna summu til að leyfa Víkingi Ólafsvík að skora fullt af mörkum í Kaplakrika og einhver mafjósinn fengi stórfé út á ýkta stuðla. En nei, segja þeir sem að skoða hafa þessi mál, þannig virkar það nefnilega ekki. Fixerarnir, þeir eru engin flón og veðmangararnir ekki heldur. Miklir peningar á óvænt úrslit vekja strax grunnsemdir. Þess vegna gengur hagræðing úrslita engum út á að gulltryggja úrslit sem fyrirfram voru líklegust. Lágur stuðull, lítill hagnaður en þó traustur gróði. Þannig væru líklegu fixuðu úrslitin ekki KR 0 Akranes 1, heldur KR 4 Akranes 0. Úrslit sem að klingja ekki viðvörunarbjöllum en geta gefið góðan hagnað. Slík hagræðing líka miklu auðveldari viðureignar. Leikmaður lið sem að reiknaði hvort sem með því að tapa viðureigninni og færi boðum góðan vasapenning fyrir það eitt að leggja sitt af mörkum til að það gerist sem flestir reiknuðu hvort sem með. Hann á í mun minna sálarstríði en sá sem beinlínis gengur í það að spilla fyrir líklegum sigri sinna manna. Leikmennirnir sem taka þátt í svindlinu líta í raun á þetta sem glæp án fórnarlambs. Vel framkvæmd úrslitahagræðing þannig yfirleitt nær ósýnileg. Og þáttakendurnir í henni líta jafnvel svo á að þeir séu ekki að brjóta svo mikið af sér. Það helst ef einhverjir verða of gráðugir eða klufskir að málin koma upp. Leikmennirnir sem búið að múta ákveða að græða pingulítið meira og fari að setja of mikið undir á lengjunni líka. Og svo spurning að hve miklu leyti íþróttaforystan vill í raun ráðast gegn málinu. Einmitt í ljósi þess að hún getur ekki upprætt það. Umræða hagræðingu úrslita skaðvænleg í sjálfu sér. Hún virkar að sömu leyti eins og bankaþversögnin þegar maður má ekki vara við því að banki sé að fara á hausinn vegna þess að það getur orðið til þess að allir hlaupi til og taki peningana út úr bankanum sem farið þar með á hausinn. Þannig að kannski snýst þetta mál bara æðruleysisbænina eftir allt saman að við eigum að biðja styrk til að sætta okkur við það sem við getum ekki breytt. Takk fyrir. Þakku Stefáni kærlega fyrir þetta. Það svo björt ljósin, ég sá ekki alveg að Þórir Hákonar sem var búinn að bóka sig. Náðu að tryggja sig miða klukkan 4 strax á morgunin þegar við opnuðum fyrir söluna. En ég ætlaði að benda ykkur á að þið sjáu miðana sem á borðunum ykkar, það sem að stendur nafn, tölvupóstur og uppáhaldslið. Þá getið þið fyllt þetta út, sett miðana í hatt sem á sveppaborði aftast í salnum þegar þið lappið út og ég ætla svona að draga út vinningshafa sem að fær treyju merkta sínu liði. Nú fara allir að merkja Grampus 1 og Luton og eitthvað sem erfitt fyrir okkur að skaffa. En reddum því bara. Nú minni á það síðan að upptaka af þessum fundi verður bæði inn á fótbolta.net og inn á wafib.is. En ég ætlaði að ræða hér aðeins örlítið aðra hluti en Stefán og fara yfir kannski meiri tölfræði, stærðir og fjármuni í fótboltanum. Það merkilegt þegar maður skoðar fjármálin hversu ólíkt þetta á milli deilda og hversu öðruvísi þetta en maður kannski hélt fyrirfram. Eins og Stefán nefndi þetta gríðarlega fjárhæðir sem að streyma þarna til dæmis í veðmálabransanum en stærðar hlutfall knattspyrnuliða svona í samanburði við stór fyrirtæki kannski í Londonum ekkert kannski gríðarlega stórt en þegar við erum að bera saman upphæðirnar sem að deilast kannski niður á fálið að þá getur þetta verið gríðarlega mikið. Og mér langaði að byrja á nokkrum punktum og byrja á FIFA. Hér sjáum við tekjur, gjöld og hagnað FIFA á árunum 2007 til 2010.
þar sem að bláu súlunar sín okkur hagnað og gjöld af svona eðlilegri og venjulegri starfsemi. Súlurnar sem eru svolítið bjagaðar sem eru með merki heimsmeistarmótsins í Suður Afríku, það eru þá hagnaður, tekjur gjöld og hagnaður af rekstri HM. Og þarna, svona fjármagnar FIFA sig. Þeir fá gríðarlega mikinn hagnað af því að halda heimsmeistaramót 4 sinnum á 4 ára fresti og inn í þessu eru náttúrulega engin hagnaður sem að viðkomandi land tekur að neitt, þetta er bara FIFA. Og FIFA tekur síðan þetta og dreifir náttúrulega milli aðelda landana þarna á milli. Ef við berum saman bara hreinan hagnað FIFA því að halda heimsmeistaramótið í Suður Afríku 2010, að þá fer það langleiðina í það að staðgreiða bara allan íslenska hlutabréfamarkaðinn. Kaupa bara Marel, Icelandair og Össur, TM, Vís, Haga, öll þessi félög. Þannig að þetta eru gríðarlegar upphæðir sem eru þarna. Hagnaður FIFA bara af HM 2010 voru 266 miljardar króna, sem ansi mikið meira en kostar að byggja þetta hús til dæmis. Það eru ákveðnir, ég nefndi það að þetta væri nú kannski efni, það sem við höfum komið staði í undirbúningi þessa funda væri nú efni í miklu fleiri fundi og það til dæmis áhugavert að ræða það frekar í framhaldinu til dæmis hvaða máli skipta þessar fallífagreiðslur eða parachute payments þegar lið fellur úr ensku úrvalsdeildinni í Championship. Þar sem að heildartekjur lið sem að kemur upp úr League One upp í Championship eru kannski minni en bara þessi styrkur sem að liðið sem fellur úr efstu deildinni niður í Championship fær. Svona getur munurinn á milli deilda verið gríðarlegur. Sömuleiðis þurfum við að kafa ofan í það hvernig stendur á því að Parma, lið á Ítalíu, er með mörg hundruð menn úti á láni, út allan heim. Leikmannahópur Parma alltaf öðruvísi uppbyggður heldur en leikmannahópur nánast allra aðra liða í heiminum. Hvaða business er þetta hjá þeim? Þetta er eitthvað sem við tökum fyrir einhvern veginn seinna. Ég ætla aðeins bara tísa þetta fyrir næsta fund. Nú en laun skipta gríðarlega miklu máli og eru stærstu hluti af útgjöldum og allra félaga, má við rauninni segja. Þetta snýst alltaf launagreiðslur. Eftir því sem að tekjunar aukast í boltanum, þá bara hækkar launin leið. Og hérna sjáum við, hægra megin sjáum við hlutfall hátekjuskatts í viðkomandi landi og þetta hefur tekið miklum breytingum. Efst sjáum við Spán, það sem að hátekjuskattur er núna 52%, munum að fram til ársins 2010 að þá var þessi svokallagi Beckham skattur við líðið það sem að erlendir knattspyrnumenn borguðu bara 24% skatt. Erlendur leikmaður sem fer núna til Spánar, hann borgar tvöfalt meiri skatt en hann gerði 2009 og þar á undan. Nú, það er miklu lægri skattur í Rússlandi, 13%. Sömuleiðis í Mónakó að þá er bara borgað 13% tryggingagjald, í Dubai er engin tekjuskattur og þangað fara stundum svona gamli fótboltamenn til þess að njóta lífsins og ná sér í smá pening að kreista síðustu dropa á ferlinu. Lítum aðeins á neðstu myndina og súluritin sem eru þar, þau sýna okkur það hlutfall af heildartekjum sem að fer síðan í að greiða laun. Og þetta er árið 2010, þar sem að City draumurinn er náttúrulega og ævintýrið er svona í starthólunum og þá sjáum við að þeir eru að eyða meira bara í laun en allar tekjurnar þeir eru. Og þetta er misjafnt á milli landa. Manchester United til dæmis eru að greiða þarna 46% sem virðist vera tiltölulega lítið en við verðum náttúrulega að átta okkur því að tekjurnar eru síðan gríðarlega miklar þarna á móti. En Wayne Rooney er þarna upp á skjá og hann var að skrifa undir nýjan samning. Hann er núna að fá 300.000 pund á viku, segja þeir, fyrir 5 ára framlengingu á sínum samningi. Ef við skoðum skattinn síðan hægra megin og sjáum skattinn sem hann er að borga núna á Englandi, 45%, og síðan skattinn sem hann hefði borgað ef hann hefði skrifað undir nákvæmlega sama samning hjá rússnesku liði, að þá er ávinningurinn af því 25 milljónir punda. Á hverju einasta ári hefði Wayne Rooney grætt bara út af skattinum nægilega mikið til að reka KSÍ. Hann hefði bara getað staðgreitt reksturinn á KSÍ bara með skattalega hagræðinu að því að fara til Rússlands í staðinn fyrir að fara að skrifa undir samning hjá Manchester United og sömu launum. Þannig að launin eru orðin gríðarlega há, þau eru gríðarlega hátt hlutfall af heildarrekstri þessara félaga og skatturinn skiptir náttúrulega ósæðlega miklu máli þegar menn er að færa sig á milli og svo veldur þetta náttúrulega einhverjum núningi, til dæmis þegar að menn gátu farið til Spánar og borga 24% skatt í staðinn fyrir 45% skatts á Englandi. Þegar að Falcao getur farið til Mónakó og borga 13% skatt á meðan Zlatan er hugsanlega að fara að borga 75% skatt ef það fer allt saman í gegn í Fraklandi. Þannig að þetta snýst að miklu leyti peninga og þarna fer þetta bara strax að snúast pólitík sömuleiðis. Janusaj var að skrifa undir samning. Það er talað að hann hafi verið hljóð upp á 50.000 pund og 5 milljóna punda eingreiðslu. Þetta eru náttúrulega
þetta eru upphæðir sem við sáum ekkert á sínum tíma og þá leiðir okkur rauninni yfir í næstu umræðu sem þegar að launin eru svona há og peningarnir eru svona miklir, að þá það ekki bara leikmennir sem að fá borga, heldur eru það umboðsmennir sömuleiðis. Og við heyrum alltaf af því að umboðsmenn sé að fá ansi háa fjárhæðir og við erum að heyra því að Nikolás Anelka náttúrulega flakkaði þarna á milli og bróðir hans heitin var umboðsmaðurinn hans og fekk náttúrulega gríðarlega mikla peninga í hvert skipti sem verið var að færa svo á milli og eitthvað verið að tala það að það sé hvati í því núna hjá leikmönnum vegna þess að þeir eru að fá gríðarlega háa bónusa fyrir það að skrifa undir hjá nýjum félögum, að umboðsmenni beinlínis kyndi undir það að leikmenn séu ósáttir þar sem þeir eru, að það sé ekki hagur umboðsmanna að reyna að binda þannig hnútana að leikmaðurinn sé ánægður þar sem hann heldur viljan stanslaust vera að færa sig. En hvað þetta háar fjárhæðir í raun og veru sem lið til dæmis og Englandi eru að greiða umboðsmönnum? Bretar greiddu fjórðung allra félagsskiptagjalda í fyrra. Þetta eru gríðarlega háar upphæðir. 97 milljónir punda greidduður umboðsmönnum. Og svona skiptingin, rauðusúlunar sína árið 2013 og svo sjáum við samanburðin við 2012 og við sjáum það stundum talað hugtakið money well spent og það á ekki við Queen's Park Rangers sem að greiddi 7 milljónir punda til umboðsmanna. Greiðsla til umboðsmanns, hún nýtist ekkert inn á vellinum. Boltinn ekkert skallaður í neti í mikilvægan leik af einhverjum umboðsmanni sem fekk 7 milljónir punda frá Queen's Park Rangers. Þetta eru peningar sem þetta eru 18 milljarðar króna. Umboðsmenn sem fengu greiðslur út af félagsskiptum á Englandi í fyrra hefðu getað staðgreitt fyrir þessa byggingu, fyrir Hörpu. Og Ísland fór bara á hliðina, það var allt brjála út af byggingu þessarar Hörpu hérna. En ég get rétt ímyndað ykkur fjárhæðirnar. Ég búinn að draga hér sérstaklega fram Stoke City, sem svona, í lægri hlutanum, að greiða þarna 3 milljónir punda. Rekstur fótboltafélagi farin að snúast svo miklu leyti launagreiðslur að liðin geti ekki leyft sér neitt annað. Fyrir þessa 3 milljónir punda sem Stoke City greiddu umboðsmönnum hefðu þeir getað fyllt upp í þetta horn. Það að klára stúkuna þarna og byggja sæti í horninu og halda áfram uppbyggingu Britannia Stadium, það hefði kostað það sama og þeir eyddu í umboðsmenn á síðasta ári. Þannig að þegar við setjum það í samhengi við það að Chelsea var að greiða 14 milljónir punda á síðasta ári í umboðsmenn, þá sjáum við að þetta eru umtalsverðar fjárhæðir. Nú ég nefndi það að Englendingar væru með fjórðung allra félagsskipta á síðasta ári. Þeir greiddu 550 milljónir punda í félagsskipti og það er nokkur aukning á milli ára og á heimsvísu að þá voru félagsskipti helmingi hærri tala heldur en árið 2012. Og þetta fyrir þá sem eru áhugasamir þetta, þá KSÍ náttúrulega partur af UEFA og FIFA og FIFA Transfer Matching System kerfi sem að margir fulltrúar íslenska knattspyrnuliða hafa þurft að læra á undanförnu og vegna þessa kerfis að þá þetta allt saman gefið upp. Þannig að ef þið viljið kynna ykkur þetta nánar þá eru allar þessar upplýsingar opinberar, til dæmis varðandi greiðslur til umboðsmanna. Nú en Stefán nefndi áðan við okkur samanburðinn á stærð erlendra liða, þar að segja fótboltaliða annars vegar og hins vegar fyrirtækja. Það sem áhugavert að sjá hins vegar þegar við erum að bera saman til dæmis Real Madrid sem hann nefndi, ekki bara við önnur fyrirtæki heldur við önnur knattspyrnulið, að þá merkilegt að sjá hér 30 stærstu félög heims að markaðsvirði, eða þar að segja, samkvæmt Deloitte Money League, þetta skýrsla sem gefin út á hverju ári af Deloitte og mjög áhugaverð og skemmtileg og það eru ýmsar upplýsingar að finna og þar sjáum við, ef við berum saman 2 risastór lið sem að í huga okkar að þá Róma, margfaldur Ítalíumeistari, gríðarlega stórt og mikið félag, stanslaust í Evrópukeppni og náð góðum árangri og Real Madrid sömuleiðis. Menn hafa meira að vera að fara á milli þessara liða. Real Madrid 4 sinnum stærri Róma. Þetta ótrúlegu samanburður þegar við sjáum hversu gríðarlega stærstu liðin eru miðað við liðin þar fyrir aftan. Og við sjáum sömuleiðis hversu miklu skiptir þegar nýjir eigendur koma inn þegar við sjáum að 5. stærsta félag heims í dag Paris Saint-Germain. En hægt að kaupa sér titla? Það eitthvað sem margir velta fyrir sér. Þetta að setja peninga í Leiftur, Ólafsfirði og fara upp í Pepsi-deildina eða úrvalsdeildina og verða meistari? Á Englandi hafa sumir reynt þetta. Að eyða peningum bara, kaupa leikmenn og reyna að verða meistarar fyrir það. Nú, Paul Tompkins, sem með ákaflega góða miðil sem heitir Tompkins Times, að hann hefur byrt ákaflega skemmtilegan lista sem þetta hér sem við sjáum upp á skjánum núna. Vinstra megin sjáum við heildarkostnað eða þar að segja
hversu miklu liðin höfðu eytt í leikmannahópinn sinn, hversu dýr leikmannahópurinn í heildina og hægra megin síðan hversu dýrt 11 manna byrjunarlið í hverjum leik. Þetta eru tölur frá 2000 núna til síðustu áramóta og hér sjáum við að liðin sem að meðaltali eyddu mestu, þau voru að meðaltali í fyrsta sæti í deildinni og liðin frá fyrsta sæti, eða sem að eyddu mestu og niður í þá sem leiddu 10. hæstri fjárhæð, röðuðu sér í fyrstu 10 sætin í réttri röð. Þannig að samkvæmt þessu, þá má í rauninni segja að því meiri sem þú eyðir, því hærra verður í töflunni. Það eru ákveðnar undantekningar á þessu. Newcastle féll þegar þeir voru með 7. dýrasta hópinn í deildinni. Liverpool hefur tvisvar náð mun betri árangri en kostnaður liðsins hefði gefið til kynna og sömuleiðis leikmannahópur Arsenal í núna ekki nokkru samhengi við kostnað og leikmannahópi annarra liða þrátt fyrir menn eins og Özil. En þetta áhugavert í innleggi þessa umræðu vegna þess að það ekki allir sammála því að peningar skipti öllu málið þegar inn á völlinu komið og inn í þessari tölur sjálfsögðu ekki launakostnaður. En þetta ekki bara spurningum útgjöldin, heldur líka tekjurnar og tekjurnar hafa breyst mikið og eru mjög ólíkar á milli landa og það eitt af því sem kom fram í þessari undirbúningsvinnu okkar fyrir þennan fund, hversu gríðarlega ólíkt með ólíkum hætti deildinar taka á sinni innkomu og hvernig henni síðan útdeilt. Hér sjáum við sjónvarpsrétt Englands, Ítalíu, Þýskalands, Spáns og Frakklands og hversu háar upphæðir þetta eru. Englendingar voru að fá nýjan samning tiltölulega nýlega. BT Sports voru að skrifa undir samning þar sem þeir voru að kaupa bæði enska réttindameistaradeildinni frá árinu 2015 og síðan ensku úrvalsdeildinni og tvöfölduðu kostnaðinn, tvöfölduðu samningin sem var í gildi áður sem að Sky og Setanta voru með. Þjóðverjar voru sömuleiðis að skrifa undir nýjan samning, voru að fá nýjan samning, en þjóðverjar voru þarna í 350 milljónum punda. Hvernig getur mögulega staðið á því að deild eins og ítalska deildin sem miklu herri sjónvarpstekjur heldur en þýska deildin sem í stærra landi og með betri deild? Þetta svolítið sérstakt og erfitt að sjá nákvæmlega hver ástæðan en í ensku úrvalsdeildinni þá eru 3 sinnum meiri erlendar tekjur en í öllum hinum deildunum til samans. Útlendingar, aðrir en englendingar, þeir horfa á enska boltan, þeir horfa ekki á franska boltan. Þeir eru allavega ekki tilbúnir að borga fyrir það. Og þetta hefur aukist gríðarlega. Og frá því að byrja var að selja erlenda rétt af enska boltanum að þá hefur það aukist ár frá ári eða með hverjum samningi. Nú, varðandi englendinga og hvernig skiptingin þar á milli liðana, að þá samið við einhvern útsendingaaðila og deildin fær peningarna til þess að deila þeim út. Þarna komið stóri munurinn. Það ekki bara á því hversu gríðarlega háar tekjur og hversu mikið forskot enska deildin hefur, heldur þarna komið í útdeilinguna. Þetta bara pólitískt mál. Þetta bara pólitískt mál hjá knattspyrnusambandinu. Hjá Englandi fer helmingur allra teknanna beint óskipt á milli liða, eða jafnt skipt á milli allra liða. Þannig að helmingur alls þessa sjónvarpsréttar fer bara jafnt á öll liðin. 25% deilist eftir í hvaða sæti liðið lentu í deildinni og 25% eftir í hversu oft þau eru í sjónvarpinu, hversu margar útsendingar eru. Þannig að þetta hljómar svona tiltölulega lógískt. Ég ætla að sýna ykkur á eftir samanburðin til dæmis við þýska boltan þegar við sjáum hversu miklu máli það í rauninni skiptir að vera í réttri deild. Ef þú ert að reka félag í enska boltanum að þá tekjumótileit svolítið öðruvís en til dæmis í Þýskalandi. Á Ítalíu skiptingin allt öðruvísi og hún svolítið undarleg. 40% skipt jafnt, eins og á Englandi. 25% skipt eftir fjölda stuðningsmanna. Þetta hefur verið mjög umdeilt. 15% deilt niður eftir árangri síðustu 5 ára, 10% eftir sögulegum árangri, bara langt aftur í tíman, 5 ári eftir árangri síðasta árs og 5% eftir íbúafjölda í viðkomandi bæ. Þannig að stærstu borgina, lið sem staðsettir í risastóri borg, fær bara gríðarlega háar fjárhæðir bara vegna þess að það búa svo margir í þessari borg, sem mjög áhugavert. Í Þýskalandi þetta öðruvísi, þar 40% árangur síðasta tímabils, 30 þar á undan, 20 þar á undan og 10% þar á undan og Þjóðverjar hafa farið í gegnum tiltölulega erfiða tíma. Við munum eftir því þegar allir voru að horfa á þýska boltann eða sem við voru að horfa á Lárus Guðmundsson reyna að stamma sig í gegnum þýska boltann á Rás 1, á Stöð 1 og þá var fjölmiðlaveldi sem hét KISS sem var að senda þetta út og var síðan gjaldþrota og þá hrundi í rauninni allur þessi business með útsendingarétt af þýska boltanum.
Þeir hafa verið að reyna að skrapa sér svona saman og ná aftur upp á fætuna eftir það, en þessar tölur þar sem að nánast engin erlendur sjónvarpsréttur greiddur af þýska boltanum og gríðarlega lítill innanlands, þrátt fyrir að þetta sé næstu í tvöföldum frá gamla samningnum. Sjáið ef við hefðum haldið hérna fund í fyrra, þá hefðu Þjóðverjar verið langlægstir á þessari töflu, sem náttúrulega algjörlega fráleitt. Þessi samningur sem var áður voru 340 milljónir pund og það Sky sem með réttinn í Þýskalandi. Það ekki fyrr en í fyrra sem að þetta náði að vera rekið með hagnaði. Þrátt fyrir að Sky sé að borga svona lítið fyrir þetta, að þá voru þeir rekið þetta með bullandi tapi. Og það talað það að það geti verið vegna þess að það ódýrt á völlin í Þýskalandi, það ekkert mál að skella sig frekar en að kaupa áskrift og það gríðarlega stór markaður og ókeypis sjónvarpsefni í Þýskalandi. Spænski boltinn, hann allt öðruvísi vegna þess að þar semur bara hvert lið fyrir sig og þið viti hvernig það endar. Það enginn að fara að semja við Almería þegar þeir geta semja við Barcelona að sína leiki og þess vegna eru Barcelona og Real Madrid samtals með tæpan helming af öllum sjónvarpstekjum á Spáni. Helmingur liða í spænsku úrvalsdeildinni nær bara 10% af sjónvarpstekjum Real og Barcelona. Ég bara að tala tekjur af innlendri deildakeppni. Ofan á þetta eftir að bætast við tekjur af útsendingum á meistaradeildinni sem að Real og Barcelona í en ekki litlu liðin. Þannig að munurinn þar gríðarlegur. Og Frakklandi síðan svona svipað og Ítalíu þar sem og Þýskalandi þar sem byggt á árangri síðustu ára. Og það reyndar mikið byggt á því hvort þú hafir til dæmis lengi verið í toppsætunum. Marseille til dæmis hefur fengið meira en PSG þrátt fyrir að vera ekki meistarar. En sjáum næstu mynd sem sýnir okkur þá hversu hátt hlutfall af sjónvarpsrétti efsta liðsins það minnsta fær. Það að segja, fyrsta súlan sýnir okkur ensku úrvalsdeildina og þetta á síðasta ári. Queen's Park Rangers fekk 67%, fekk 2/3 af þeim sjónvarpstekjum af ensku úrvalsdeildinni sem Manchester United fekk. Á Spáni þetta ekki nema 9% sem neðsta liðið fær af tekjum efsta liðsins. Þannig að skiptingin gríðarlega misjöfn og þetta tól sem að deildirnar nota sjálfsögðu til þess að jafna aðstöðu þessara liða. Ef við kíkjum aðeins á England, einhver Íslendingur eða Grænlendingur eða Kambódíumaður sem með áskriftað sjónvarpið að horfa á enska boltan, hann ekki að horfa á Fulham Sunderland. Hann að horfa á Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, þessi lið. Samt sem áður deilist þessi erlendi sjónvarpsréttur að mjög miklu leyti jafnt á liðin. Þannig að það ekki verið að deila niður á liðin eftir því hvernig stuðningurinn út í heimi og hvernig raunverulega verið að horfa á. Það verið að reyna að styrkja deildina í heild sinni. Á Spáni semur hvert og eitt lið og þess vegna þetta allt öðruvísi. Á Ítalíu var það þannig að hvert og eitt lið samdi fyrir sig og það mynduðust blokkir á milli Norður Ítalíu og Suður Ítalíu sem voru svolítið áhugaverðir í þessu samhengi. Og ég með mynd síðan yfir sjónvarpsréttin á Englandi og hvernig hann hefur þróast. Hann hefur farið úr því að vera 50 milljónir pund á ári upp í 2 milljarða pund á ári. Og hvert fara þessi peningar? Á næsta fundi munum við, ef við höldum annan fund, þá munum við kannski sýna ykkur myndaði hvernig launaþróun hefur hangið í þessari mynd. En það bara að draga beina línuð í gegn. Tekjurnar sem að liðin að fá, þær fara bara beint í útgjöld. Og þetta vita umboðsmennir, þetta vita leikmennir, þetta vita hin félögin sem eru að selja leikmenn. Ef við berum saman, ég nefndi það áðan að Queen's Park Rangers, neðsta liðið í ensku úrvalsdeildinni, fái 67% af sjónvarpsrétti efsta liðsins úr ensku úrvalsdeildinni og að Þjóðverjar séu með tiltölulega ódýran sjónvarpsrétt. Þetta hlutfallslegu munur á því sem að Queen's Park Rangers fekk á síðasta ári og Bayern München. Bayern München eitt stærsta og besta félagslið í heiminum, fekk 24 milljónir punda fyrir sjónvarpsréttin í þýsku búndislíkunni meðan Queen's Park Rangers fengu 40 milljónir punda fyrir ensku úrvalsdeildina. Og þetta eitthvað sem ég held að ekki allir hafa gert sér grein fyrir, hversu sterk enska úrvalsdeildin hvað þetta varðar, eða þá, ef við snúðum hinn veginn, hversu veik þýska úrvalsdeildin og svo sömuleiðis hversu sérstök tekjuskiptingin og skiptingin á milli liða. Á Spáni lítur myndin út svona, þar sem Barcelona og Real Madrid eru að taka tæpan helmingi, svo ég nefndi, af heildar sjónvarpstekjum spænsku úrvalsdeildarinnar. Fyrir utan, eins og ég nefndi, fyrir utan tekjunar af meistaradeild. Og það næsta skref. Hversu mikið eru þessi lið síðan að fá úr meistaradeildinni? Á síðasta ári þá voru greiddar frá og með riðlakeppninni, ef ég tek ekki undankeppnina, 750 milljónir punda til liða sem tóku þátt í meistaradeildinni. Tæpur þriðjungur greiddur bara fyrir það komast í riðlakeppnina.
af þessum 750 milljónum punda. Stór hluti af restinni greiddur vegna þess hversu margir sjónvarpsáskrifendur eru í viðkomandi landi. Þannig að Bate Borisov til dæmis frá Hvíta-Rússlandi fekk 200.000 pund á meðan ítölsk liði voru að fá alltaf 36 milljónir punda og Norðsjælandi í Danmörku fekk 9,3 milljónir punda úr sjóði sem deilt niður eftir sjónvarpsáhorfi. En þetta eru ákveðin lið sem ég ákvað að taka hérna saman og sjáum hversu háar fjárhæðir tekjunar af meistaradeildinni eru. Hjá Bayern München þetta, ég búin að hæla þetta þá, ég ætla að segja ykkur á eftir kannski hvers vegna það en þeir náttúrulega unnu deildina, þannig að þeir fengu velunafé sem samt ekki nema 8,7 milljónir punda. Það að segja fyrir það að vinna meistaradeildina fær lið 8,7 milljónir punda. Þetta skiptist þannig, þú fær 2,9 fyrir 16 úrslit, 3,2 fyrir 8-lega, 4 fyrir undanúrslit, 5,4 fyrir að lenda í öðru sæti. Stóri vinningurinn og stóru upphæðnir eru bara að komast í meistaradeildina. Og sjáum svo sem hlutfall af heildartekjum. Af heildarsjónvarpstekjum þetta þá svona. Bayern München ekkert að fá heima hjá sér frá þýsku Bundesligunni. Þeir eru að fá þetta allt saman úr meistaradeildinni, 60%. Þannig að þarna sjáum við enn og aftur. Við höfum alltaf þessa hugmynd að þetta sé fullt af stórum liðum, leikmenn að flæða á milli, þjálfarar að flæða á milli, þetta allt í búningum frá sama framleiðanda og allt þetta sé tiltölulega svipað, nýjir vellir og farnir að líta allir eins út. Þetta alls ekki þannig. Tekjumódelið í þessum löndum eru allt öðruvísi og áhugavert að menn geta verið með sikkvert tekjumódelið á milli landa en þetta gengur upp alls staðar og svo bara fer meistaradeildartitillinn á milli landa. Það mjög áhugavert en spennandi að sjá hvort að einhver síðan detti á þessa fullkomnu hugmynd og það sem áhugavert náttúrulega að sjá hvað englendingar eru svolítið að stinga af varðandi sjónvarpstekjur. Hérna erum við síðan með sjónvarpstekjur sem hlutfall af heildartekjum þegar við berum saman deildirnar og tekjumódelin sem ég var að nefna. Hvaðan koma tekjurnar? Þessi 100% þarna efst uppi eru bara allar tekjur félagsins og rauða súlan sýnir hversu hátt hlutfall af heildartekjunum kemur beint frá sjónvarpi. Og þá sjáum við ítalska deildin stendur alveg ótrúlega sterkt þarna. Þarna eru liðin að fá miklu meiri tekjur af þeim sem að sitja heima og horfa á sjónvarpið heldur en allar aðra deildir í Evrópu. Og þetta mjög merkileg mynd. Í Frakklandi þá Paris Saint-Germain náttúrulega með nokkuð sérstakt tekjumódel sem við ætlum að skoða hér aðeins og eftir. En ef við færum okkur aðeins lengra úr þessu og skoðum síðan ekki sjónvarpstekjurnar heldur tekjur á leikdag. Munandi því þegar Arsenal færði sig af Highbury yfir á Emirates að þá var stanslaust verið að tala það að þetta væri liður í því að gera Arsenal að sjálfbæru félagi og að byggingin á stórum velli með mörgum VIP-bóksum og gríðarlega góðri aðstöðu ætti að geta skapað ofboðslega mikla tekjur á leikdag. Þetta eru áhrifin sem að það hefur haft. Að Arsenal fær 38% af sínum tekjum á leikdegi. Á meðan AC Milan, alltaf með galtóma San Siro vellin, eru með 10% af sínum tekjum á leikdegi. Og við sjáum svo á sama tíma hvað kostar á völlinni í hverju þessum löndum. Það helmingi ódýrara, tvöfalt dýrar á völlinni í Englandi en í Þýskalandi. Og sumir að vera að spyrja af hverju þetta, af hverju þjóðverið svona vitlausir að rukka svona lítið. En það vegna þess að þessi partur, það að segja hversu mikið þú færð í miðasölu á vellinum og leikdegi, þetta skiptir ekkert öllu máli. Þetta eru 20% af þeirra tekjum. Það sem þeir vilja gera er að þeir vilja byggja upp gríðarlega mikinn stuðning, mikinn fjölda sem getur tekið við áreiti frá auglýsingum til dæmis. Vegna þess að tekjumódel í Þýskalandi byggt að miklu meira leyti upp frá sterkum styrktaraðalum heldur en sjónvarpsútsendingum eða tekjum á leikdegi í miðasölu og þó að bjórinn sé örugglega ansi stór partur af þessum 20%. Og þá eru það aðrar tekjur og hér eru með PSG, Bayern, United, Barca og Juventus. Og ég held að það geti einhverju gíska á það hvaðan þessi 64% hjá Paris Saint-Germain kemur. Þetta eitthvað sem hefur verið gagnrýnt og svona viðbúið þegar að mjög auðugir aðilar sem að Stefán nefndi hérna kannski rétt áðan sem að vilja líta vel út í veislum og þegar þeir hitta félaga sína til dæmis í Arabíu, þegar þeir eru að kaupa sér félög, að þá dæla þeir peningum með þessum hætti inn í félögin. Á völlunum sem að hjá Manchester City, hjá Paris Saint-Germain og öðrum, að þá fer ekkert á milli mála hver á liðið og frá hvaða landi hann er. Við sjáum það bara á auglýsingunum, við sjáum það á styrkjunum og þeir hafa verið gagnrýndir fyrir það að setja gríðarlega mikla peninga í formi bara styrkja og auglýsinga
langt umfram það sem í rauninni borgar sig. Að eitthvað flugfélag frá Abu Dhabi geti borgað miklu hærri gjöld fyrir auglýsingar heldur en einhver sem að selja skyndibita eða gos eða annað, að það hefur svona kveikt á nokkrum viðvörunarbjöllum. Manchester United hafa allir gert gríðarlega stóran samning við Nike sem að vegur ofsalega þungt í þessu og auglýsingasamningar almennt eru að vaxa mjög mikið. Og þá erum við að tala allt mögulegt. Í Þýskalandi eru það til dæmis hjá ákveðnum félögum það sem að gríðarlega öflugt fyrirtæki viðkomandi borg bakhjarl liðsins eins og hjá Wolfsburg og Bayer Leverkusen og fleirum. Og svo eru það náttúrulega þeir sem að vilja kaupa sér part af markaðum til dæmis með því að vera með treyjunar og þeir samningar eru orðnir gríðarlega stórir. Og þá ég aðeins búin að fara yfir þetta tekjumódel og mér langaði að renna yfir að lokum annan vinkil á því sem að Stefán var að ræða áðan varandi það að það borgaði sig ekki að reka knattspyrnufélag, að svona yfirleitt verða þannig með nokkrum þó áberandi undantekningum að það að kaupa fótboltalið og ætla sér að ná einhverju tekjum af því að það væri ekki góð fjárfesting og það alveg hárrétt að ég held að við séum ekki eftir fund að fara að leggja saman í púk og fara að kaupa Leeds að við ætlum að græða gríðarlega mikla peninga. Ég held að dæmin hafi sýnt það að það ekki alveg mænlegt árangurs. En gæti það verið hægt einhvers staðar annar staðar enn í þessum stóru deildum? Tökum dæmi hér FC Nordsjælland. Þetta tiltölulega lítill klúbbur. Hann stofnaður, þetta danskur klúbbur í Norður-Sjálandi fyrir norðan Danmörku, 20 manna bæ. Hann stofnaður árið 1991 sem Farum bollklúbb. Við sjáum merki hér uppi hægra megin, bláa merkið. Þar eru sameinuð lið sem heita Farum Idrætsklúbb og Stansholt bollklúbb og þeir eru sameinaðir í þetta lið í 5. deildinni, dönsku, árið 1991. Þetta ekki mjög langt síðan. Þeir fengu gríðarlega góðan stuðning frá bæjarstjórunum sem að studdi vel við baki á þessu liði eins og algengt var ekki Stefán einmitt að segja okkur í þessu litlu bæjum að þá þetta oft einhver svona öflugur svona Bastian bæjarstjóri sem ákveður að nú skuli gera eitthvað almennilegt fyrir bæjarfélagið og koma sér á kortið og hann reddar alls konar stuðningsaðilum, styrktaraðilum og svo vinnur liðið sér aðeins upp. Þeir koma sér í næststærstu deild og eru þar í svolítinn tíma og við tekur ákveðið stöðnunartímabil. Árið 2003 kaupir hins vegar kaupsýslumaður, nokkuð umdeildur kaupsýslumaður sem heitir Allan Pedersen, þetta lið. Kaupir liðið tiltölulega ódýrt. Hann setti peninga inn í liðið og þeir seldu leikmann mjög dýrt, fengu þarna gríðarlega mikla innspýtingu. Settu þessa peninga aðeins í leikmannahópinn, hrestu aðeins upp á liðið, náðu vinna sér sæti í efstu deild. Frá árinu 2008 hefur Nordsjælland, hugsa ykkur hvað þetta stuttsaga, frá árinu 2008 hefur Nordsjælland verið fastur þáttakandi í Evrópukeppnum. Og nú svo komið að mjög stór hluti tekna Nordsjælland kemur frá þáttöku í Evrópukeppnum. Þeir unnu dönsku deildina 2011-2012 eins og sjáum á þessari mynd, kom mjög mikið óvart. Þetta, eftir þetta, það að segja árið 2012-2013, síðasta vetur, þá fekk Danmörk í fyrsta og eina skipti vegna þess að þeir runnu rækilega á raskatið í meistaradeildinni, en þá fengu Danir sæti beint í riðlakeppni í meistaradeildarinnar. Þetta eina skipti sem það hefur gert og það var akkurat þegar Nordsjælland var Danmörkumeistari. Þannig að þeir fóru beint í riðlakeppni meistaradeildarinnar. Tímabilið sem þeir unnu deildina, þetta tímabil, var launakostnaður Nordsjælland 2 milljónir punda á ári. Við beðum afsakað að ég reiknandi allt yfir í punda því ég held að flestir áhugamenn séu vanir að hugsa í pundum, en það gerir það engin annar held ég. Leiðin í meistaradeildina hjá liðunum núna önnur en hún var. Hér sjáum við stöðuna eins og hún núna. Þegar lið hefja sína þáttöku í undankeppni meistaradeildarinnar, að þá þeim skipt í tvennt. Það annars vegar þessi svokölluðu meistaralið, þau lið sem eru þá í litlum deildum og urðu meistarar í þeim deildum og hins vegar eru það lið sem að fylgja meisturum, það að segja þar sem að, eins og við sjáum hér, Arsenal, AC Milan, þar sem að önnu lið í sömu deild fara fyrst í meistaradeildina en þessi lið þurfa að vinna sér í þáttökurétt. Það skipt þarna á milli og skilið á milli. Helmingur þessara liða á leiðinni í riðlakeppni meistaradeildarinnar. Það eitthvað lið þarna sem heitir Shakhtar Karagandi frá Kazakstan sem getur verið á leiðinni í meistaradeild Evrópu í riðlakeppni. Þeir eru bara komnir í úrslit það. Liðið sem þeir mæta gætu fengið 2 rauð spjöld og ég veit ekki hvað og þeir eru bara komnir í riðlakeppnina. Liðið sem tapa þessum leikjum fara í Evrópudeildina og fá cirka 1/8 af tekjunum. FH var mjög nálægt í að slá út Ástría Vín
á síðast tímabili og Ástría Vín fór alla leiðina í meistaradeildina. Þetta ekki fjarlægur draumur. Fyrir lið eins og Íslandi og í þessum litlu löndum að þá hljómar þetta ekkert skelfilegt að þurfa að mæta liðum eins og Ludogorets Razgrad sem ég hef aldrei heyrt um. Það er ekki jafn slæmt og að þurfa bara að mæta til Fenerbahce í undankeppni meistaradeildarinnar. Þannig að það til mikils að vinna og tekjurnar eru ótrúlegar. Ef við skoðum síðan aðeins næstu mynd sem sýnir okkur tekjur af meistaradeild sem hlutfall af launakostnaði, að þá þurfum við að brjóta hérna upp grafið hjá Manchester United vegna þess að það nær svo gríðarlega hátt. Þeir fengu á síðasta tímabili 29 milljónir punda í beinar tekjur og þáttöku í meistaradeildinni. Launakostnaður Manchester United á síðasta tímabili voru 162 milljónir punda. Berum þetta saman við Norsjaland. Þeir fengu 16,8 milljónir punda fyrir þáttöku í meistaradeildinni og borguðu 2 milljónir punda í laun. Það hægt að borga laun í ansi mörg ár fyrir það að komast einu sinni í riðlakeppni meistaradeildarinnar. Þeir gerðu ekki neitt þegar þeir voru komnir í meistaradeildina. Þeir gátu ekki neitt. Hvað gerðu þeir ekki eitt jafntefli held ég. Berum þetta saman við Stjörnuna í Garðabæ. Stjarnan greiðir 500.000 punda á ári í launakostnað. Hvað ef að Stjarnan kemist í meistaradeildina? Ég nefndi það að partur af þessari súlu, þessari bláu súlu hjá Norsjaland þessi sjónvarpsréttur. Þátttökurétturinn ansi hár. Það eru gríðarlega háar tekjur að því bara að komast í riðlakeppnina, en þeir fengju kannski ekki 16,8 milljónir punda vegna þess að það ekki jafn margir áskrifundur af meistaradeildinni á Íslandi. En þetta eru gríðarlega háar fjárhæðir. Og þá náttúrulega spurning, og einhverju kannski skoða þetta, gæti þetta verið fjárfestingartækifæri fyrir einhvern. Og eins og ég var að tala lítið þá ég heldur ekki að tala um það núna við séum að stofna hérna nýjan sjóð sem ætlar að fara að fjárfesta í litlum liðum út allan heim, vegna þess að nú getum við farið að vinna okkur þáttökurétt í meistaradeild, en þetta gjörbreytir öllu. Lið í Moldóvu sem heitir Sheriff, FC Sheriff, sem einhverjir hafa bara séð í fútbolmennsjara, þeir eru með skrítið merki og þetta skrítið nafni. Þetta ákaflega undarlegt lið, rekið á skrítnum stað í Moldóvu af mjög undarlegum mönnum. Þetta lið hefur keypt dýra leikmenn vegna akkúrat þessa. Vegna þess að þeir vilja fara í meistaradeild Evrópu og græða gríðarlega mikla peninga. Þetta ekki hægt ef þú ert að kaupa Leeds eða Newcastle eða Vestan, vegna þess að þá ofboðslega mikill kostnað sem fylgir því að ætla að verða fyrir ofan Liverpool og Tottenham í deildinu og komast í meistaradeild. En það að slá út Grevenmacher og einhver lið frá Norður-Írlandi miklu eðlilegri leið. Til gamans síðan að bera saman launatekju Wayne Rooney á einu ári. En ég held að klukkan rétt að þetta í búið. Ég held að það verið að fara að flauta þetta af. Og nefni það einmitt rétt að lokum að upptaka þessum fundi verður einmitt inn á wafib.is, inn á fótbolta.net sömuleiðis, og ef þið hafið áhuga á framhaldsfundi þá látið okkur endilega vita, vegna þess að við höfum ákaflega gaman að því að kynna okkur þetta og taka saman svona upplýsingar. Það nægu öðru að taka og fótboltaheimunin á stanslausri siglingu í átt að við vitum í rauninni ekki hvert. Við vorum jafnvel að spá í hvort það væri geta að setja saman hlutabréfaverð í mörkuðum sem að sprungu sér með kvelli miðað við þessar tekjur sem eru núna í alþjóðlegum fótbolta. En ég vil fá að þakka fótbolta.net, Magnúsi Hafliða og félögum kærlega fyrir frábært samstarfi í gerð þessa fundar, Stefáni Pálssyni sömuleiðis fyrir gott erindi og ykkur gestunum, og hlakka bara til að sjá okkur á vellinum í sumar. Takk fyrir kærlega.